Góðan dag, kæru gestir. Svona bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað. Ég heiti Harpa Þorsteinsdóttir. Myndi kannski flokka mig sem svona fyrrum afreksíþróttakonu og núverandi almenningsíþróttakonu. Ég ætla að koma til með að stýra tempóinu í dag. Ég sé að Silja hérna sem væntanlega svona kannski betri í að stýra tempói en ég, en engu að síður þá það mikilvægt á svona samkomu. Íþróttir eru náttúrulega stór hluti af okkar menningu og við erum alltaf að þróa okkur áfram og
Ok, við héldum sem sagt inn í salnum að því að nú erum við líka með fólk með okkur í streymi sem áttaði sig örugglega ekkert okkur það sprakk aðeins eitthvað undir okkur. En mér langar kannski að nýta tækifæri og bjóða þau líka sérstaklega velkomin. En mér langar að byrja á því að bjóða Jón Björn, formann Sambands íslenskra sveitarfélaga, að koma hérna upp í pontu og opna þetta formlega fyrir okkur. Takk fyrir Harpa. Góði gestir, verið hjartanlega velkomin á þennan morgunverðarfund hjá okkur á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem helgaður íþróttum. Og áður en ég fer á stað þá finnst mér nú við hæfi því að fyrir helgina vorum að skoða dagskránna hafa sett inn formaður ISÍ kemur og svo bara spurningamerki. Náttúrulega óska Willum Þór Þórsinni hjartanlega til hamingju. Hann hér kominn í sínum fyrsta embættisverki sem formaður eftir þing ISÍ. Þannig að velkomin. Ástæða þess að sambandið blæst til fundar íþróttamál kannski ekki skrítið því að íþróttamál og umgjörð íþrótta þetta gríðarlega stór þáttur hjá sveitarfélögunum. Hvar sem þau á landinu, þá þetta stór og mikilvægur liður, ekki bara það að skapa umgjörðina, heldur líka heldur sveitarfélögin gríðarlega meðvituð það að íþróttir þetta bara stór, bara einn af stærstu þáttum þess að halda utan æskuna okkar, halda utan almenning, utan lýðheilsuna og gera sveitarfélögin þannig, ekki að segja hæfari til þess að halda utan sína íbúa og halda íbúunum hjá sér. En enga síður málaflokkurinn stór og hann er mikill, hann eins og við erum alltaf sveitarfélögin að glíma við reksturinn okkar hvar sem og berum okkur misilla en við teljum það að þarna sé fé vel varið en við erum leið að horfa hvernig erum að standa okkur. Og hún Saga Guðmundsdóttir, hagfræðingur hjá sambandinu ætlar að fara hér aðeins eftir yfir það því að ég veit það að metnaðarfull íþróttafélög telja að sveitarfélögin geta alltaf gert betur. Það gott að geta tekið aðeins stöðuna og sé hvað við erum að gera. En það ekki líka bara okkar, þetta samstarf við ríki, þetta samstarf við íþróttahreyfinguna sem okkur náttúrulega ómetanlegt að hæga í góð og þéttu samstarfi við. Og þetta samstarf svo við foreldra og iðkendur og við þurfum að ná þessum samspil og þessari samvinnu íþróttaskóla og annars félagsstarfs. Við viljum horfa til þess að það sé afreksstarf en líka starf fyrir iðkendur, þá sem vilja stefna í mismunandi áttir. Fjölbreytileiki mikill. Ég bý í Fjarðabyggð sem austur á landi. Ég held að við séum með 26 eða 8 íþróttafélög í því sveitarfélagi. Það mikill félagsauður en líka hefur maður áhyggjur af því að kraftandinn dreifist víða þegar mörg félög undir og gott og glæsilegt að sjá þegar samvinna næst á milli og menn á að stíga saman. Við erum að sjá það inn í knattspyrnunni hjá okkur, það sem dæmi. Við erum líka að sjá það á landsfjórðungsvísu með FHL sem komið með bestu deild og þar sér maður kannski bestu og skýrustu dæmin hvað samvinna út á landsbyggðinni og þetta bara allstaði getur skilað okkur hvað lengst. Þegar við sáum þannig árangur verða að í fyrsta skipti í 30-40 ár komst lið á Austurlandi upp í efstu deild í knattspyrnu. En við ætlum að taka þetta ástæða þess að við erum með þessa morgunarfundi líka að við erum 80 ára sambandi. Það 80 ár síðan að það var stofnað, Samband íslenskra sveitarfélaga. Þá voru sveitarfélögin í Íslandi 218 og það hefur verið handleggur að koma þessu saman þá í því á þeim tíma. En það var 11.–13. júní 1945 sem menn héldu stofnþingi hérna í Alþingishúsinu, fengu það lánaðan fundarsal og þar komu sveitarfélögin saman, reyndar ekki öll 218 en einhver 53, 60, eitthvað svoleiðis í byrjun, stofnuðu sambandið að því að var talið nauðsynlegt þá strax og sýnir manni kannski framsýni þeirra sem þar voru að sveitarfélögin ættu sér sameiginlegan vettvang til að koma saman, ræða sín hagsmunamál því að það eðli og styrkur að vinna saman að sameiginlegum málum. Síðan hefur margt breyst og þróast, sveitarfélögin hefur fækkað en þau hafa líka stækkað. Í dag erum við 62 og kannski verðum við ennþá færri eftir næstu sveitarstjórnarkosningar næsta vor. En það í mínum huga engin vafi að það hafi verið
verulega góð skref stigin í því að sameina sveitarfélög og gera þau hæfari til þess að halda utan þjónustu við íbúa og ekki síst þennan málaflokk því að þetta verður ekki gert öðruvísi. Ég held að hlutverk sveitarfélaganna á þessum 80 árum hefur líka gjörbreyst frá því að ríkið rak svo til allt yfir í það núna að við rekum stóran hluta af náttúrulega nærþjónustunni sem á að vera og við erum stjórnvald eins og ríkið og við erum með það svolítið undir núna að við erum að vinna saman þessi stjórnvöld og ætlum vonandi að geta unnið saman núna á næstunni mörgum málum og eitt af því íþróttamál. En við fáum að heyra ýmislegt í dag. Óskar Þór Árnason kemur hér og eins Saga eins og ég sagði áðan og Vésteinn Hafsteinsson ásamt nýjum forseta ISÍ. En ég vona að þetta verði gagnlegur og góður dagur, góður samræður til þess að þétta svona raðirnar. Það eftir miklu að slægjast að við getum staðið vörð og elt íþróttastarf sem víðast. Og í því felst eflaust besta forvörnin, ekki bara í ungmennum, heldur líka hjá þeim sem eldri eru. Leið eitt af því sem ég hef áhyggjur af og ég finn það inn í sveitarfélögunum að því að við erum að horfa á landið allt og ég tel að svona vissan hátt ógni eða vefjist fyrir og það raun og veru sá aukni kostnaður sem að falla á íþróttahreyfinguna út landið í formi ferðakostnaðar og það hefur tekið, finnst mér, óþarlega stórstígum breytingum síðustu ár, hafandi nú fylgt eftir nokkuð lengi börnum og ungmennum, að sjá þann kostnað verða þannig að ég hef orðið áhyggjur af því að félög standa undir því og þaðan að síður að foreldrar, sérstaklega tekjuminni foreldrar geti staðið undir því og það má ekki verða. Það hlutur sem við þurfum að leggjast á árarnar með ríkinu og íþróttahreyfingunni að vinna sameiginlega. Við getum gert það, ríkið getur gert betur í ferðasjóði en ég líka viss að hagsmunaaðilar á Íslandi sem koma að því að flytja geti líka gert betur, sem flytja þessi ungmenni okkar. Það þetta á umhugsunarefni þegar það kostar 700.000 að fljúga liði í leik sem flestir fara fram hér á höfuðborgarsvæðinu í þessum efstu deildum því við viljum að við séum að spila á öllum getustigum að landa allt og þetta verkefni sem ásamt svo fjölmörgum öðrum við þurfum að koma að í sameiningunni á næstunni og ég viss að ég trúi ekki öðrum sem fullu vilji til þess. En bara njótum þess að eiga þessa stund hér saman og ég ætla að gefa henni hörku eftir. Ég segi ekki segja morgunverður fundin setna. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Jón Björn. Næst langar mig að bjóða á svið nýkjörinn forseta ISÍ, Willum Þór. Gjörðu svo vel. Já, takk hérlega, fundarstjóri og formaður og ráðstefnugestir, kæru vinir. Ég kem hérna alveg sérstaklega gíraður, peppaður eða hvernig við orðum þetta í dag af mjög kröftugu 77. íþróttaþingi ISÍ og þar sem var margt fjallað. Og málefni íþróttahreyfingarinnar nánast bara ekkert látið ótalið. Og miklar og góðar umræður, ályktanir og tillögur. Og að því að tilmynd þessa fundar sem ég mjög þakklátur fyrir nú fjárhagsleg málefni, afreks hluti íþróttana, en ekkert síður samskipti stjórnvalda og okkur sem vinnum í íþróttahreyfingunni, sveitarfélagana í þessu tilviki aðalega, að þá gæti ég nú farið hér mjög víða og nota tækifærið og fjallaði mjög margt og peppaður sem ég reynt að koma öllu að. En ég skal reyna að halda þræði það sem ég horfi til þegar ég horfi á þessa samkomu hér. Og í fyrsta lagi vil ég nefna að því miður erum við á þeim stað ennþá of mikið að útgjöld til íþrótta og þetta gildur fjölmörg önnur svið í því sem við erum að sýsla í þjónustu við land og þjóð
eru ekki á sama stað, á sama stjórnsýslustigi og skila sér ekki heldur á sama stað. Það er að segja ábatinn af fjárfestingunni eða útgjöldunum er á öðrum stað. Það þýðir einfaldlega þegar að sveitarfélögin leggja út fyrir mannvirkjum, fjárfesti í mannvirkjum eða reka íþróttamannvirkin eða styðja íþróttafélögin á sínu svæði, þá endar ábatinn af því annars staðar. Og hvað þýðir það? Það þýðir að til verða einhvers staðar grá svæði. Þetta heitir ýmsum nöfnum. Og ég veit ekki hvað ég er búin að lesa margar skýrslur sem að þessu snúa. Og af hverju er ég að draga þetta fram hér og nefna af því að við þekkjum það í samskiptum okkar í íþróttahreyfingunni við stjórnvöld, við sveitarfélög, við ríki, að þetta endar oft í svona einhvers konar, nú ætlum ég bara að nota íþróttarlingar alveg eins og engin sé morgundagurinn. Í borðtennis á milli stjórnsýslustiga, jafnvel á milli ráðuneyta og jafnvel á milli sveitarfélaga innan héraða og svo framvegis. Þetta er hluti sem að við þurfum öll að vera mjög meðvituð ef við ætlum að ná árangri. Ég get nefnt hér íþróttaleikvanga og nú er það þannig að því við erum að ræða hagræn málefni að sveitarfélögin hafa gert margt mjög vel. Þau standa sér raunverulega mjög vel ef við tökum alþjóðlegan samanburð. Ef við tökum Eurostat, OECD eða hvað það nú heldur er, þá er búið að byggja hér bara nokkuð vel af mannvirkjum í hlutfalli af vergri landsframleiðslu. Við bara skorum mjög hátt. En svo er þetta spurning, hvað erum við að byggja, fyrir hverja og hvernig nýtist það? Og það er auðvitað ólíkt eftir því hvað við erum að horfa á. Af því að Vésteinn ætlar nú að fara hér yfir afreksstefnuna á eftir og ég býð mjög spenntur af því að þetta var mjög auðvitað fjallað og ég held við séum á hárréttri leið með það að móta okkur afreksstefnu. Hún þarf að ganga í gegnum öll sveitarfélögin og við þurfum að samræma hana. Við þurfum að samræma alla stefnumörkun ef við ætlum að ná að kljást við þessa staðreynd útgjöld og ábata. Og það er kannski kjarnar þetta viðfangsefni. Annars erum við alltaf svolítið á hlaupum og eftir ólíkum hlutum þegar við erum samt að keppa það sama markmið. Og ég ætla að vona að þetta hljómi ekki eitthvað mjög fjarlægt. En það sem er kjölfestan í öllu afreki og ég er klár á að Vésteinn mun fara yfir hér á eftir, eru þetta hvernig við hugsum í forvörnum og lýðheilsu. Við höfum öll heyrt þetta mjög góða málsátt, getum við bara sagt, orðatiltæki, lengi býr á fyrstu gerð. Ég gæti alveg farið ært mannskapinn hérna og farið í það að það bara þegar í móðurkviðri eigum við að fara fyrstu 1000 dagana. Það eru til skýrslur og rannsóknir það. Það bara skiptir máli. Það skiptir máli í leikskólinn sem að sveitarfélögin halda utan um. Hvernig tekur hann við og hvernig hugsum við hann? Og hvernig undirbúum við börnin þar? Svo tekur grunnskólinn við og íþróttafélögin og stuðningurinn við foreldrina. Þetta er algjör kjölfesta í öllu. Hvort heldur ykkur verða afreksmenn seinna á sinni lífsleið eða eins og fundarstjórinn fór svo vel yfir virkni alla ævi til að tryggja lýðheilsu og taka raunverulega álagið af velferðinni sem er á sveitarfélögunum og velferð og heilbrigðiskerfum þjóða. Og við þekkjum það þriðjungurinn af fjárlögum, 500 milljarðar stappar. Ég hef borið ábyrgð á því síðastliðin 3 ár, stappar næri. Það er heilbrigðiskerfinu. Og með við breytingun og aldurspíramundum og þetta þekkjum við öll, að þá mun þessi kostnaður vaxa án þess að stjórnmálamenn taki nokkra pósitífa ákvörðun þarum. Það mun bara vaxa. Og það mun fljótlega, og er komið í 10% af allri verðmætasköpun og verður fljótlega 11 og 12 og við búum að því enn að við erum með hlutfallslega unga þjóð. Við erum með svona cirka 14% 65+. Það þýðir álagið ekkert mjög mikið núna. Norðurlandaþjóðirnar einhvers staðar í 20. Evrópa svo einhvers staðar þar og aðeins yfir. Og þar kostnaðurinn orðinn óviðráðanlegur, ósjálfbær. Við eigum ennþá séns. Og hvar liggur hann? Hann liggur hér.
Möguleikin í íþróttunum. Þetta langstærsti vettvangurinn. Iðkendur, skráningar, rúmlega 200.000, en ég alveg sannfærður að við höfum snertiflöt við nánast allar fjölskyldur. Ég held að með tilkomu þessarar hugsunar sem ég vil hrósa hér að svona fara að vinna þetta betur saman og út í héruðin og hugsunin með nýjum svæðisfulltrúum þar, íþróttahreyfingunni og í samvinnu við ungmennafélögin og héruðin til að vinna með sveitarfélögunum og skapa þannig meiri kraft í þá samvinnu inn í héruðum, ekki ósvipað hugsunum með að sameina sveitarfélög, skapa sterkari einingar. Það hjálpar í inngildingunni, það hjálpar í farsældi þá barna. Og þannig þurfum við að hugsa þetta og það gerist bara í gegnum fólkið. Fólk eins og ykkur sem eruð alla daga og berið hag þjóðar í brjósti raunverulega vegna þess að þetta alveg risastórt verkefni framundan. Íþróttirnar eru langlíklegastar til að fleyta okkur þannig gegn. Og eru langöflugasta og sterkasta tæki og það það sem að við þurfum öll saman að fara í samtali við ykkur hérna í sveitarfélögunum og ríkisvaldið. Skilgreina útgjöldin, fjárfestinguna í forvörnum og lýðheilsu og hvar ábatinn lendir. Hann til almannaheilla á endanum og við þurfum að ná í gegnum þetta. Þetta nú svona það sem ég vildi helst koma að fyrir utan það hvað ég mjög þakklátur fyrir að við höldum svona ráðstefnu, svona samtal. Það gerist ekkert öðruvísi en að við tölum saman alla daga og flytjum boðskapinn og náum þessu saman, því að saman erum við miklu líklegri til að ná árangri á þessu sviði. Ég hlakka til að hlusta á þessi erindi sem eru hér framundan og pallborð og ítreka þakkir og góðar óskir til mín sem nýkjörins forseta ISÍ. Takk. Kærar þakkir, forseti. Þú talar sannarlega inn í velsældina í þessu málflutningi og lýðheilsuna og sem virkilega ánægjulegt að heyra. Næst á dagskrá ætlum við að fá inn erindi frá Óskari Þóri Ármannssyni sem teymistjóri íþrótta hjá Barna- og menntamálaráðuneytinu. Ég ætla bara að biðja þig að koma hérna upp á svið, Óskar, á meðan ég ætla að gera tilraun til þess að ná í glærurnar. Sko, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Formaður sambandsins og nýkjörinn forseti ISÍ, til hamingju með gott kjör og góðir fundargestir. Það er ekki hverjum degi sem maður fær tækifæri til að tala starfsemi ráðuneytisins og þar með ríkisins fyrir svona hóp. En ég ætla þá að nota kannski þær 10 mínútur sem að ég hef bara til þess að svona reyna að fara fljótt yfir í rauninni hvernig þessi starfsemi íþrótta, hvernig hún unnin í ráðuneytinu og svona hvaða samvinnubrota við erum með. Og ég tek auðvitað undir orð bæði Vilhjálms og formann sambandsins svona hvernig við ættum að vera að hugsa þetta. Ég hef komið að íþróttamálum frá flestum hliðum, bæði frá íþróttahreyfingunni og síðustu 18 árin sem hefur séð íþróttamál í ráðuneytinu, þannig að ég þekki svona býsna vel hvernig þessi þræðir liggja og ég hef alltaf talað fyrir þessari þríhliða sterku samvinnu sem eru það annars vegar ríkið, ráðuneytið eftir atvikum, sambandið eða sveitarfélögin hvert fyrir sig og svo auðvitað með íþróttahreyfingunni og ég svona kannski ætla að reyna svona kannski að sýna fram á svona kannski nokkur verkefni sem að í vinnslu núna sem að snúa að þessu samstarfi sérstaklega og ég vil meina það að við séum kannski á pínu betri stað akkurat núna heldur en við hefum kannski verið áður í þessum málaflokki sérstaklega sem snýr að ríkinu þannig að mér finnst þetta að vera að færast í rétta átt, getum við sagt.
Hvað markmið með starfi íþróttateymis? Það auðvitað bara að tryggja að aðgerðir ríkisins í íþróttamálum sé í samræmi við íþróttalög, gildandi íþróttastefnu og stjórnarsáttmála og svo auðvitað með alþjóðasáttmála eða samninga á sviði íþrótta og síðan áherslur hvers ráðherra fyrir sig sem eru auðvitað alltaf einhverjar þegar kemur inn nýr ráðherra. Hlutverk og markmið íþrótta sem fellur undir málaflokk 18.4, þetta sem sagt bara með tilvísun í þá fjárlög og fjármálaáætlun og fyrri punkturinn henni bara svona texti úr íþróttalögum frá 1998, auðvitað eru þau lög komið til ára sinna og það þarf auðvitað að endurskoða þau og við erum komin inn í þann fasa. En kannski akkurat þetta mun ekki breyta svo mikið en eiga síður að það þarf að skoða þetta svona í hvernig við horfum svona á þessi megin markmið. Og svo erum við með auðvitað í gangi stefnumótun í íþróttamálum sem að reyndar var unnin í samstarfi íþróttahreyfingarinnar, sambandsins. Þannig að þessi þríhliða var að vinna að þessari íþróttastefnu sem að gildir til 2030 og þar kemur einmitt fram svona sem í takt við í rauninni þessi megin markmið sem að koma fram í íþróttalögum. Þannig að þetta er svona grunnrammi sem að við hugsum eftir og síðan eru bara þessi lög og helstu stefnur sem að við erum tökum við af. Við náttúrulega erum að vinna í nýlegu, getum við sagt, mennta- og barnamálaráðuneyti og þá kemur auðvitað sterkar inn eins og með barnasáttmálann og lögum samþættingu þjónustu í þá farsældar barna og ýmis verkefni sem að við erum með í samvinnu við íþróttahreyfinguna og taka auðvitað líka bara mið af því. En að öðru leyti ætla ég ekki að fara að lesa þetta í gegn. En kannski já, ég verð að vera við hljóðnema svo þið heyriði mér. Þannig að ég ætla að setja upp gleraugun. En þetta eru svona kannski, þetta eru svona bara megin verkefni á sviði íþrótta innan ráðuneytisins á hverjum tíma og rammar inn í rauninni allt það sem við erum að vinna. Og það er náttúrulega í fyrsta lagi samningar verkefni íþróttahreyfingarinnar og fjármögnun þeirra og inn í því þá rekstur ISÍ, sérsamband, styrkurinn, afrekssjóður, ferðasjóður íþróttafélaga og íþróttasambands fatlaðra sem með sérsamning í ljósi sérstöðu sinnar og síðan auðvitað innleiðing nýrra stefnu í afreksíþróttum sem auðvitað nýtt og síðan stuðningur við þessi svæðisstöðvar íþróttahéraða. Eins og viljum koma inn á að þá þetta nýtt verkefni og að mínu mati gríðarlega mikilvægt samstarfsverkefni milli sveitarfélaga, ríkisins og íþróttahreyfingarinnar og ég held að sé einmitt gott dæmi hvernig þessi þrír aðilar geta unnið saman að bara framgangi íþróttastarfs allt land og ég bind mjög mikla vonir að við getum haldið þessu verkefni bara áfram til talsvert lengri tíma og þróa það áfram. Þannig að það eru mikla vonir í þessu verkefni. Síðan erum við með íþróttanefnd ríkisins samkvæmt lög sem skipuð samkvæmt lögum og íþróttasjóð og síðan erum við með öflun tölfræðilega upplýsinga og við styðjumst auðvitað heilmikið við þá tölfræði sem að ISÍ vinnur í sínum starfsskýrslum, skipta mjög miklu máli og svo erum við auðvitað með æskulýðsrannsóknir sem að þið eflaust flest hafið heyrt og eru unnin sem sagt í samstarfi við sveitarfélaga og það einmitt gott dæmi líka samstarf sem að ráðuneytið á við sambandið í dag. Við erum sambandið ef ég hef skilið það rétt, réð starfsmann til þess að sinna því verkefni og ég veit að það mjög þétt samstarf þar á milli ráðuneytisins og sambandsins. Síðan erum við með íþróttalögin og þau eru eins og ég segi, þau eru í ákveðinni endurskoðun og ég veit ekki nákvæmlega hvenær frumvarpið það verður lagt fram en ég geri mig vonir að það verði kannski á næstu 2 þingum. Og síðan erum við með ný lögum skák. Skák sem sagt líka inn á okkar sviði og síðan erum við líka með samninga við Briddsamband Íslands sem eru sem sagt svona önnur
frjáls félagasamtök. Og síðan erum við með þessi erlendu samskipti sem eru bæði mjög mikil norræn samskipti og þar hittast ráðuneytin einu sinni 2 ári og síðan erum við með þessa norrænu mannvirkjaráðstefnu og síðan erum við með auðvitað Evrópuráðið og íþróttanefndina þar og alþjóðasamninga þar sem að við vinnum síðan eftir. Og svo einhver samskipti við Evrópusambandið en þar er sem sagt Erasmus Plus sem að við höfum aðgang að sem sagt styrkja kerfinu þar. Og svo er auðvitað UNESCO lyfjaeftirlitssamningurinn. Og svo berum við ábyrgð á lyfjaeftirlitinu ásamt ISI og samskiptaráðgjafa íþrótta æskulýðsstarf sem var settur samkvæmt lögum 2019. Þannig að allt þetta rammar inn svona kjarnan í starfsemi ráðuneytisins og út frá þessum ramma þá erum við að leita samstarfs og vinnum í rauninni alla okkar vinnu. Þannig að ég vildi bara svona sýna þetta þannig að allir hafi hugmynd nákvæmlega hvað ráðuneytið er að gera á hverjum degi. Nú síðan að því við vorum að ræða aðeins fjármögnun íþróttastarfs á Íslandi og ríkið það auðvitað er með framlög til íþróttahreyfingarinnar og ég held að þau séu núna á árinu 2025 ef við tökum bara það sem fer til íþróttamála, það er svona 1,35 milljarðar og þar af eru þessar 937 milljónir sem að koma inn í afreksstarfið og á að geta búið til í rauninni bara byltingu í afrekssíþróttastarfi á Íslandi þannig að Vésteinn fer kannski betur yfir það á eftir nákvæmlega. Síðan erum við þetta líka með rekstrarsamninga við ÖMFÍ og IF og grunnstyrki til sérsambanda eins og ég var að segja áðan og það er inn í þessum lið og síðan erum við núna nota bene í fyrsta sinn með sem sagt fjárfestingarlið í tengslum við þjóðarleikvangana og þar er núna sem sagt er þjóðarhöllin að komast á framkvæmdastig og aðri leikvangar eru eins og þjóðarleikvangur í Laugardal í fótbolta að hann er auðvitað má segja komin á framkvæmdastig en það á kannski eftir að ákveða meira hvernig framhaldið á því er og þjóðarleikvangur EHF sem er svona sameiginlegt fyrirtæki ríkis og Reykjavíkurborgar og KSÍ er að vinna með það mál. Þannig að í stóra samhenginu að þá eru þjóðarleikvangur kannski nýr samstarfsvettvangur sem að hefur ekki verið áður frá þessari lagasetningu 1998 einhverja fjárfestingar á sviði íþróttamannvirkja og ég trúi því og vona það að við náum að leiða öll þessi verkefni einhvern veginn til lykta. Ég meina það er orðin ákveðin svona það er ákveðin þörf og maður finnur það alveg út í samfélaginu að við þurfum leikvanga sem að geta hýst alþjóðlega viðburði og eftir því er sem sagt unnið akkurat núna. Nú síðan er það sambandið sem er sveitarfélögin, þau skapa eins og formaðurinn kom inn á bæði aðstöðu og eru með styrki líka til einstakra félaga. Ég hef þetta lengi hugsað þannig að kannski samstarf sveitarfélaga, einstakra sveitarfélaga við þau íþróttafélög sem eru í nærsamfélaginu og eru að vinna með börn og ungmenni í nærsamfélaginu ættu að vera einfaldlega miklu meiri og ég er ekki að segja að sveitarfélög eigi að ráða öllum með einhverjum boðum og bönnum gagnvart íþróttafélaginu en það er gríðarlega mikilvægt að þetta sé unnið í einhverju samstarfi og ég held einmitt að lögum farsaldina, ég held að þau styðji í rauninni vel við alla samvinnu þeirra aðila sem eru með einhvers konar þjónustu við börn og ungmenni og þar af eru íþróttir eins og Willum talaði stendum mjög framalega og ég veit að svæðisfulltrúarnir eru nú þegar í miklu samstarfi við farsældaráðin víða land og við finnum bara að þetta er að hafa gríðarleg áhrif og bara þessi 6 mánaða skýrsla sem að fulltrúar svæðanna gerðu núna fyrir skömmu sýnir bara fram á að þetta er nú þegar farið að hafa áhrif. Og ég vil bara benda á þetta bara út frá því að við þurfum að huga að þessum þætti
og hvernig ætlum við að halda í rauninni bara byggðinni út allt land í gangi og ég held að þetta sé bara eitt tól sem mikilvægt til þess. Nú síðan það hagnaður á Lottó sem að fjármagnar íþróttahreyfinguna og síðan hagnaður á Getrunum og ég með hér upplýsingar að árið 2022 voru heildargreiðslur úr Lottó 1,7 milljarðar. Ég veit ekki hvort að upplýsingar fyrir 2023 eru til reiðu en ég geri ráð fyrir að þær hafi komið fram á þinginu nú helgina. Og síðan auðvitað bara stuðningur frá almenningi og atvinnulíf sem að auðvitað stjórnvald, ég meina kerfið okkar bara sett hreinlega þannig upp að það á að koma úr atvinnulífi og frá almenningi en síðan það spurningin hvar það stillt af. Þannig að það var bara næsta. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Óskar. Næst á svið langar mig að bjóða Sögu Guðmundsdóttur sem aðal hagfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga og kemur hérna með kynningu á greiningu stuðning sveitarfélaga við íþróttastarf. Gjörðu svo vel, Saga. Góðan daginn, kæru fundargestir. Forseti ISÍ, formaður sambandsins, virkilega gaman að vera með ykkur. Ég Saga, aðalhagfræðingur sambandsins og ég kem hér í dag ekki sem sérfræðingur í íþróttamálum þó að vissulega eins og mjög margir hérna inni stunda íþróttur í mörg ár og tel mig búa að því enn í dag. Heldur kem ég hér sem hagfræðingur og ætla aðeins að rýna gögn, opinber gögn hjá Hagstofu Íslands, gögn úr ársreikningum og gögn frá Hagstofu Evrópusambandsins eða Evrópu. Og mér langar bara að segja, því að þetta 80 ára afmæli sambandsins og það svona tilefni þessa morgunfundar og svo verður annar morgunfundur næsta haust eins og Jón Björn kom inn á. En það sem við erum líka að gera í tilefni 80 ára afmælisins það að við erum að ferðast landið, svona góður hópur frá sambandinu og heimsækja öll sveitarfélögin, öll 62 sveitarfélögin og vorum á Norðurlandi eystra í síðustu viku og þar heimsóttum við meðal annars Dalvíkurbyggð og þar baði ég samstarfskonur mínar að nauðhemla bílinn til þess að ná að taka mynd af þessu flotta íþróttamannvirki á Dalvík og þessir drengir í fótbolta hafa haldið að ég var eitthvað stórfurðuleg þegar ég var að mynda það á hana en ef þeir eru að horfa þá það þar með útskýrt að ég var að safna í sarpinn fyrir þessa kynningu. Heyriði. Íþrótta- og tómstundamál eru 4. stærsti málaflokkur eða útgjaldaflokkur sveitarfélaga og hér sjáum við köku sem sýnir raunverulega í hvað sveitarfélögin að eyða sínum fjármunum. Að sjálfsögðu eru menntamálin mjög stór, svo kemur félagsþjónustan, stjórnsýslan og svo það íþrótta- og tómstundamálin. En þau eru 11% af heildarútgjöldum. Þetta einhverjir 70 milljarðar á ársgrundvelli og ef við horfum á fjárfestingarhliðina þá eru þau sömuleiðis 11% af fjárfestingarútgjöldum sveitarfélaga. Íþrótta- og tómstundamál eru jafnframt stærsti útgjaldaflokkur sveitarfélaga sem flokkast ekki undir lögbundna þjónustu. Vegna þess að sveitarfélögum ber lögum samkvæmt að halda úti grunnskólum og félagsþjónustu og þannig háttar. En íþrótta- og tómstundamál sem og leikskólarnir eru ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga en engar síður mjög stórt hlutverk og mikilvægt. Ef við horfum yfir lengra tímabil þá sjáum við að útgjöld sveitarfélaga til íþrótta- og tómstundamála, ef við horfum á mann og ef við setjum það á fastverðlag, hafa aukist frá árinu 98 og talsvert. Ef að útgjöldin hefðu raunverulega fylgt verðlagi og fylgt bara íbúafjölgun, þá væri við einhvers staðar á svörtu brotalínunni. En það ekki raunin og nýjustu gögnin sem eiga við árið 2023 sýna að við höfum í raun aldrei verið að eyða eins miklu í íþrótta- og tómstundamál á mann á Íslandi. Og
Í alþjóðlegum samanburði, og hér notast ég við gögn Hagstofu Evrópusambandsins eða Eurostat, þá virðist sem svo að við séum Evrópumeistarar í útgjöldum til íþrótta- og tómstundamála heilt yfir. Meðaltal Evrópu er eitthvað staðar í kringum 0,4% af landsframleiðslu. Við erum þarna, höfum verið undanfarin ár á milli 1,4 til 1,6%. Hin Norðurlöndin er á bilinu 0,3 til 0,7, þar sem að hlutfall ríkisins er líka svona talsvert. En það sem er náttúrulega, og ég ætla bara að segja það, ástæðan fyrir því við trónum þarna mjög hátt, er náttúrulega líka þessi sundlaugamenning á Íslandi. Og rekstur almenningssundlauga og annarra íþróttamannvirkja er mjög stór skýring á því hvers vegna við erum mjög hátt uppi, en auðvitað er það líka mikið lýðheilsumál. Það sem við getum líka skoðað í gegnum ársreikninga sveitarfélaga er það að við getum horft til þeirra þjónustutekna sem koma á móti í þessum útgjaldaflokkum. Og þjónustutekjur sem að kannski voru einhvers staðar í kringum 28-29% hafa sífellt orðið minni hluti, vegna þess að sveitarfélögin náttúrulega styrkja kannski í beinum styrkjum, þau styrkja líka með því að hafa gjöld lág, og svo geta þau náttúrulega styrkt eftirspurnarhliðina með frístundastyrkjum eða þess háttar. Þannig að þetta er alls konar þessi styrkur sveitarfélaga, og ef við horfum yfir öll sveitarfélög á landinu, og þarna eru 62 súlur pluss 1, þessi dökkbláa er þá raunverulega landið allt, og ég er mjög viljandi ekki að segja hvað sveitarfélög eru, vegna þess að þá farið þau öll að píra augun og leita og myndu hætta að hlusta hvað ég er að segja. En þetta er mjög mismunandi eftir sveitarfélögum, eins og við sjáum þarna. Þetta er nettókostnaður þá til íþróttamála, þannig er ég búin að draga frá þjónustutekjurnar og setja það svo í hlutfall við tekjur hvers og eins sveitarfélags, og þannig er ég með skatttekjurnar og framlög úr jöfnunarsjóði. Og þetta er allt upp í 16%, og svo eru nokkur þarna sem eru náttúrulega fremur lág, og það kemur kannski ekkert óvart hver þau síðan eru, en við sjáum náttúrulega megin stabbin er þarna eitthvað stær í kringum 10%, 8-10%. Ef við horfum á þetta eftir landshlutum, þá sést að það sem sveitarfélög greiða inn í þennan málaflokk og greiða með þessum málaflokk er allt frá 7,7 upp í 11%, þar að segja í landshlutunum, og mestur er nettókostnaðurinn í hlutfall af tekjum raunverulega utan suðvesturhornsins, sem að kemur kannski ekki á óvart, þar sem að, eins og kannski Jón Björn kom líka inn á, tekjumöguleikar eru auðvitað aðrir utan á landi, sömuleiðis sem að ferðakostnaður er sannarlega talsvert meiri, getur haft áhrif. Mér langar aðeins líka að tala um þessa íbúakönnun Byggðastofnunar sem var birt fyrir árið 2023 og horfir til svona ýmissa þátta sem að þar sem er spurt íbúa út í hvernig þeim finnst staða og mikilvægi ýmissa þátta í sínu nærumhverfi, og það er alveg ljóst að jafnvel þó að þetta sé til dæmis ekki lögbundið hlutverk að þetta sé til staðar í nærumhverfi eða sveitarfélögum, þá finnst 80% íbúa tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar frekar eða mjög mikilvægt. Og við sjáum að þetta á við hvar sem er á landinu, í öllum landshlutum, og staðan gjarnan og víða bara prýðileg. Og í þessari íbúakönnun þá er spurt til annarra þátta heldur en bara íþrótta og grunnskóla og leikskóla og svo framvegis. Það er spurt almenningssamgöngur, skipulagsmál, nálægð við náttúru, friðsæld, allt sem að gæti skipt fólk máli. Og þarna er listað upp hversu hátt hlutfall þáttakenda í könnunni töldu sem sagt stöðu tiltekinna þátta frekar eða mjög góða. Og þið sjáið þarna að tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar, leikskólar, grunnskólar og tónlistarskólar er að ranka eða er að skora langhæst af þeim þáttum sem að heyra beint undir hlutir sem að við svona höfum einhver áhrif á, kannski sveitarfélagastigið. Þarna fyrir ofan, þar að segja neðar þarna, eru oft nálægð við náttúru, friðsæld og svona hlutir sem eru mjög sér íslenskir og við getum verið stolt af líka. Og kannski að endingu, vegna þess að
við vorum einmitt að tala um hvernig þetta skilar fólki líka út í framtíðina að vera með sterka íþróttahreyfingu. Það þannig að ef við horfum til kannanar sem að Eurostat heldur utanum, þá eru Íslendingar, og við eigum það sammerkt með öðrum Norðurlandabúum, við hreyfum okkur mikið. Og það má vera einhver tala um veðrið og einhverjar aðra ástæður fyrir því, en ég held að þetta sé líka, ég meina við sjáum samkvæmt tölum ISÍ að það eru yfir 80% barna 11-12 ára sem eru í íþróttum og það að skila sér upp á fullorðinsaldur. Það mikil þáttaka í samanburði við önnur Evrópulönd og kannski að lokum, og ég það kannski aðeins að útskýra þessa glæru, þetta kemur líka frá Eurostat og þetta úr sömu könnun, þetta eru þá þeir sem að hreyfa sig, eru í einhverju skipulagri hreyfingu og þetta eftir tekjufimmtungum. Eins og þið sjáu þarna neðst, þá fyrsta tekjufimmtung, guli kassinn, önnur tekjufimmtung, blái hringurinn, þriðja tekjufimmtung, þrýrningurinn, appelsínuguli, svo kemur línan í fjórðu tekjufimmtung og svo þessi hvíti illsjáanlegi í fimmtu tekjufimmtung og það þá tekjuhesta fólki. Og það sem við megum vera stolt af það að ef við horfum þarna á Ísland sem þriðja frá hægri, það mjög lítill munur á tekjufimmtungum hversu hátt hlutfall hreyfir sig. Og það sem líka merkilegt það að hlutfallið raunverulega lægra fyrir þriðju og aðra tekjufimmtung heldur fyrstu tekjufimmtung. Þið sjáu, ef við horfum yfir hin löndin, þá það gjarnan lægsta tekjufimmtungin sem að hreyfi sig minna og svo talsverður munur á þá efstu tekjufimmtunginni. Og þetta náttúrulega bara, og hafa verið megin stef íþróttahreyfingarinnar, það að íþróttir eru fyrir alla. Og það eru sveitarfélögin sannarlega með. Og þetta bara málflutningur og viðhorf sem að skila sér áfram út í fullorðinsárum. Ég held að mig vera stolt af því. En það var ekki fleiri frá mér. Takk kærlega fyrir. Kærar þakkir, Saga. Næst á svið ætlum við að fá hann Véstein Hafsteinsson sem ráðgjafi í Afreksmiðstöð Íslands og hann ætlar að fara með okkur yfir afreksstefnu og fleira áhugavert. Vésteinn, gjörðu svo vel. Formaður sambandsins og Willum nýr forseti ISÍ og aðrir góði gestir, gaman að þið séu öll komin hingað til þess að ræða íþróttamál. Þetta gengur út á það að ræða þessa hluti og ég vil líka þakka Arnari Þór sem réði mig í vinnu á sínum tíma sem aðstofamaður ráðherra að hann orðinn framkvæmdastjóri hér og við komum inn á fund með honum fyrir 2 árum síðan þegar við byrjuðum og nú erum við hér, Arnar. Og ég rosalega ánægður með það, hvað þú ert búin að vera aktífur í því að koma þessu áleiðis í sambandi við samtalið. Eins og ég var kynntur hérna áðan, þá ég orðinn senior advisor sem kannski á íslensku hægt að þýða yfir öldungaráðgjafi. Og ég geri þennan fyrirlestur í nafni okkar Kristínar Birnu sem nýr afreksstjóri í ISÍ. Kristín, viltu ekki bara standa upp svo allir viti hver þú ert? Mér finnst það passa bara vel og eins og ég hef alla tíð gert sem þjálfari þá ætla ég að segja það á lélegri íslensku I work myself to unemployment. Ég geri mig óþarfan að því leitinu að koma ykkur til leiðar. Þannig að hvort sem það að vinna ólympíugull eða koma ykkur afreksstefnu og afreksmiðstöð á laggirnar á Íslandi, þá þurfum við ekki mig í framtíðinni. Vegna þess að það bara mín filosófía. Að við bara hjálpumst að við þetta og þess vegna fagna ég mjög að við séum komin hér. Ég ætla aðeins að tala um afreksmiðstöð Íslands og síðan tengingu við sveitarfélögin. Eins og margir hafa hlustað á mig áður, þá réði Ásmundur Einar mig í vinnu á sínum tíma og búin að vera í 2 ár í ráðuneytinu og kláraði það fyrir 2 vikum síðan. Og hans stefnumótun var
að sem ráðherra það var farsældastefna, það var afreksmál og það voru þjóðarleikvangar sem tengist þessu mjög mikið. Síðan bjó hann til starfshóp sem ég var formaður fyrir og við áttum að taka þetta fyrir. 10 manna starfshópur úr 3 ráðuneytum og fólk frá háskólasamfélaginu, úr sveitarfélögunum, Steinþór sat í þessum hópi með okkur og svo framvegis við áttum að taka umgjörðina fyrir og aðkomu sveitarfélaga að afreksstarfi, réttindalöggjöf og lýðréttindi fyrir íþróttafólk og kostnaðarþátttöku í landsliðsstarfi fyrir ungmenni og hlutverk menntakerfis. Og við komumst að því þessi starfshópur sem skilaði af sér í apríl 2024 að við ætlum að stofna afreksmiðstöð Íslands af erlendi fyrirmynd eins og Ólympíatoppinn í Noregi, Team Danmark í Danmörku, Topo Talang í Svíþjóð og flestu önnur lönd í Evrópu eru með afreksmiðstöð sem ekkert annað en stjórnkerfi, miðlægt stjórnkerfi afreksíþrótta í landinu. Ef öll sérsambönd væri sjálfbær, þá þyrfti ekki búið þetta til. Stofnun launasjóðs, kostnaðarþátttaka. Við eigum í þessu nýtískulega fjölmenninga þjóðfélagi hér á Íslandi að sjá til þess að krakkar hafi efni á því og feðra foreldrar að taka þátt í landsliðsstarfi. Það bara algjört skilyrði. Efling umgerðar afrekssviði í grunn- og framhaldsskólum, þannig að við förum frá 15 ára aldri að vinna með krökkunum miðlægt í samvinnu sérsmöndin. Koma atvinnulífinu meira inn í þetta, að styrkur þessa verkefnis hefur alla tíð verið sá að við höfum verið að vinna þetta mjög vítt á 5 aðila og það er íþróttahreyfingin, ríkið, sveitarfélögin, skólakerfið og atvinnulífið. Og það er endalausir fundir búin að vera síðustu 2 árin og það er ekki nóg að senda erindi, það er ekki nóg að senda tölvupóst, það er ekki nóg að hitta fólk á ganginum. Maður verður stanslaust að vera að tala við fólk hver sem þau eru. Ég ber ofboðslega virðingu fyrir öllu fólki, það er allir að gera sitt besta. En þingmenn, sveitarstjórnarfólk, skólastjórnendur þurfa að taka umræðuna með okkur og við að hafa frumkvæði að því í íþróttahreyfingin. Síðan komum við með í þessum starfshópi að við eigum að skoða okkur sjálf, við eigum að vera sjálfsgagnrýnir. Við eigum að skoða, þetta er nýtt þjóðfélag á Íslandi á meðan við var í gamla daga og það gerir það verkum að við þurfum að skoða okkur innan frá OMFÍ og ISÍ og vera sjálfsgagnrýnir. Tímalínan í þessu er svo að við tökum til starfa 2023 í febrúar, skilum á okkur 2024 í apríl. Þverpólitískur hópur vann með okkur á vegum ríkisins frá og með júní 2024 til loka árs. Nóvember kynning á formannafund og undirbúningur skrifað undir samning við ríkið. Fengum 637 milljónir til þessa starfs og á að endurskoða það frá með 1. febrúar og síðan aftur 1. júlí. Viðbótar úthlutun til sérsfonda, 300 milljónir af þessum 637 byrjaði að borga út í febrúar í ár. Afreksmiðstöð Íslands var stofnuð í síðustu viku. Nýráðið starfsfólk tekur til starfa núna frá júní til september og úthlutun í sambandi við kostnaðarþátttöku í landsliðsstarfi var samþykkt á framkvæmdastjórnarfundi í vikunni. Kemur til framkvæmda núna, launasjóður afreksíþróttafólks kemur til framkvæmda í júlí til ágúst og síðan verðum við stanslaust í tengingu við bæði atvinnulífið og ríkið að fjármagna verkefni til langs tíma. Þessar 637 milljónir var mjög góð viðbót en við þurfum mun meira, við þurfum helmingi meira núna strax og svo þurfum við þrefalt meira eftir 5 ár. Hvað er mikilvægast í öllum löndum? Það er fjárhagslegur stuðningur og skipulag og stefnumótun. Það er það sem við erum búin að vera að gera. Við erum búin að vera að skipuleggja þetta til langs tíma, sumir hafa haldið eða fundist þetta taka dálítið langan tíma, mér finnst þetta hefur tekið mjög stuttan tíma. Við erum bara rétt komin á stað og það er alveg dauðafæri. Þannig að við erum að skipuleggja til langs tíma öll saman upp á það að íslenska kerfi verði best í heimi. Til þess þurfum við að fá alla með okkur, þessa 5 aðila, eða þessa 4 með okkur, sem sagt atvinnulífið og skólakerfið og ríkið og sveitarfélögin og allir þurfa að skilja að ábatinn að þessu eru fyrst og fremst forvarnir, þannig að við byggjum
með fullri virðingu Willum sko sem fyrirverandi heilbrigðisráðherra, því ættum í sjálfu sér að vera að byggja miklu færri sjúkrahús og meðferðarheimili. Ef þið skiljið hvað ég meina. Og við erum best í stakk búin til þess íþróttahreyfingin að koma í veg fyrir það að fara illa fyrir krökkum og öðru fólki. Við viljum leggja líka rosalega mikla áherslu á þjálfara og að við verðum bestu þjálfari í heimi og bestu kennari í heimi og við verðum duglegir í því að nota vísindu og fagteymisvinnu í framtíðinni. Við erum að nálgast þetta út frá barninu. Við erum að nálgast afreksstefnun og afreksmiðstöðuna út frá því að við ætlum að ala hér upp gott fólk þannig að þau geti farið frá grunnskóla inn í framhaldsskóla, farið í afreksbrautir, farið í háskóla, fengið hliðranir í námi í gegnum rektoran í skólanum og sviðstjóran í skólanum þannig að við getum unnið ólympíugull, heimsmeistaramótsgull, evrópumeistaramótsgull og ekki fallið á prófi. Það er bara ósköp einfalt mál. Þetta íþrótt kemst í landslið og þá eiga þau að hafa efni á því að vera í landslið og þeirra foreldrar. Sumir verða heimsklassa íþróttafólk og þá hugsum við vel þau og síðan fylgist afreksviðstöðum með þessu vegna þess að það eru mjög fá eða eiginlega engin sérsambönd á Íslandi sem er algjörlega sjálfbær og geta staðið í þessu sjálf. Íslenska leiðin er þessi. Við ætlum að ná í gullið. Sumir hafa misskilið það að Vésteinn sé að tala það að vinna gullið. Það er bara afsprengi góðs samfélags. Það er ekkert annað. Píramídarnir þarna, það er örfáir sem fara alla leið upp í að vera bestir í heimi. Það er píramídin í miðunni. Píramídarnir hinum megin við hliðina eru þeir sem verða fleiri fjöldi, meira fólk sem verða dómarar, íþróttafólk sem ekki afreksfólk, sem að hreyfa sig, sem eru þjálfarar og við búum til leiðtoga, við búum til flotta leiðtoga. Fólki sem hefur komið hér upp er fyrrverandi íþróttafólk sem eru leiðtogar í dag, eins og bara Harpa sem stjórnar fundin. Hún er úr íþróttahreyfingunni og hér er hún leiðtogi og svo framvegis. Almenningsíþróttir, lýðhelsa og farsæld barna og unglinga síðan hinn píramídin. Þannig að við séum öll að hreyfa okkur allt lífið og út úr því kemur afrekið. Þannig að við erum ekki að nálgast þetta ofanfrá og bara tala einhverja nokkra einstaklinga og ætlum að ná einhverjum árangur í einum eða tveimur liðum og nokkrum einstaklingum og ólympíuleikum og heimsmeistaramótum. Við erum ekki að tala það er umbunin. Það er umbun afsprengisins sem eru hinir píramídarnir. Afreksmiðstöð, þetta kemur beint úr skýrslunni okkar. Hún verði stofnuð, fagsviðum verði komið á fót og skipuð verði framkvæmdastjórn eða einhvers konar stjórn þessa afreksmiðstöðar. Stofnað verður íþrótt- og rannsóknarsjóður. Fagaðilar frá AMÍ verði tengdir afreksstarfi félaga og síðan fagaðilar AMÍ verði tengdir íþróttastarfi og afreksstarfi í sveitarfélögum. Hvað er afreksmiðstöð Íslands? Hvar er hún? Í framtíðinni í Þjóðarhöll vonandi. Og þá verðum við með einhvers konar samanstað afreksíþrótta á Íslandi. Það er rosalega mikilvægt. Þannig að allt íþróttafólkið, það er einhverju íþróttamaður að fara í nudd, annar er í lyftingaklefa við hliðina. Það eru 5 að borða saman þarna úr mismunandi íþróttagreinum. Ég hef verið í þessu umhverfi í 25 ára erlendis og af mörgu leyti er það í Laugardalnum. En ef við búum til miðlægt afl sem er afreksmiðstöð Íslands sem officially er eiginlega búið að stofna og er að fara að komast til framkvæmda, þá er hún fyrst og fremst svo að afrekssvið ISÍ sem ég, Kristín Birna og Brynja Guðjónsdóttir erum að fjölga okkur núna fyrst og fremst í mannauði að ráða fólk í prósentualt hlutfall af störfum og við erum að ráða prófessor í háskólanum báðum, við erum að ráða doktor í háskólanum báðum til þess að vera með besta fagfólk í landinu á bakvið okkur upp á þá ná árangur og gera þetta rétt með börn og unglinga út frá íslensku leiðinni. Þannig að verkefni afrekssviðs færist yfir í Afreksmiðstöð Íslands og það er ekkert annað en stuðnings- og eftirlitsaðili sérsambandana til þess að ná betri árangur í íþróttum. Í byrjun fjárfestingum í mannauði og sérfræðingum og í framtíðinni í Þjóðarhöll. Þetta er fyrsta skipuritið sem við erum með. Við erum búin að ráða 80% af fólkinu og erum að fara að gera það núna næstu vikurnar að klára það. Þannig að þar verður afrekksstjóri Kristín Birna, þar verða verkefnastjórar við hliðina á henni, 2. Þar verður ráðgjafi sem ég, þar verður fagstjóri hæfileikamótunar og skólakerfisins og síðan ætlum við að opna 5 fagsvið sem eru sálfræði, næring, meðhöndlun, mælingar og líkamsþjálfun
en í framtíðinni verða fagsviðin 8. Vinnulagið starfsfólk AMI gerir faglega greiningu með afrekshópum einstaklingum og liðum í samvinnu við sérsamböndin. Þá verða skipulagðir fundir og haldir reglulega til sem afrekstjórum og landsliðsþjálfurum. Við gerum það mjög fljótlega. Auk þess mun starfsfólk AMI standa fyrir fræðslu með ráðstöfunum, námskeiðum og fyrirlestrum út í hreyfingunni. Þetta er mikilvægt. Öll vinna gengur í samvinnu við AMI, sérsamböndi og félögin og nálgunin í þessari röð félagslegt umhverfi, andleg heilsa, tæknileg geta og líkamlegt atgervi. Ef við gerum þetta svona, þá er mjög líklegt að þessi táknmynd myndi virka að íþróttamaðurinn og þjálfarinn með fagteymi getur ná betri árangri heldur en ef það væri ekki þannig. Sum sérsambönd að gera góða hluti í þessu, við ætlum ekki að breyta því sem er í lagi, við ætlum að hjálpa til við að breyta því og laga það sem er ekki í lagi. Ég set þessa mynd fyrst og fremst upp til þess að sýna eða sem sagt stærðin á þessu, að rauðu kassarnir, opinberir aðilar, íþróttahreyfingin, ólík skólastig og atvinnulíf. Við verðum að taka samtalið og það þýðir ekki að taka það einu sinni. Það þýðir ekki að taka það tvisvar. Það verður að vera stanslaust. Af því að við erum öll á sömu vegferð. Við erum öll að tala um almenningsíþróttir, lýðheilsu, farsæld barna og unglinga. Við erum að tala um að búa til dómara, þjálfara, leiðtoga og svo framvegis og út úr því kemur. Förum við öll niður á Austurvöll eða niður í hvað heitir það sem allir fagna þegar Ísland kemur heim? Arnarhóll. Ég tala alltaf um Austurvöll. Arnarhóll, þá fórum við 100.000 manns og fögnum afrekinu þegar það kemur, eins og við höfum gert hingað til. En fyrst og fremst þá erum við að vinna saman að þessu og gefa þessu tíma, horfa áratug fram í tíman en ekki bara til morgundagsins. Allt sem breyta þarf og allt sem er verið að breyta tekur miklu lengri tíma heldur en fólk átta sig á. Við ætlum að slípa demantana sem er íþróttafólki og þjálfarana. Og þess vegna er þessi demantu komið til sem logo fyrir afreksmiðstöð Íslands. Bara svona tákn fyrir hvað við stöndum fyrir. Stuðningur sveitarfélaga hingað til hefur meðal annars verið með frístundastyrkjum sem er alveg frábært, íþróttamannvirki og síðan samninga við íþróttafélögum stuðning við einstaklinga og lið og síðan sem sagt að sveitarfélögin hafa verið að taka þátt í landslýsverkefnum á miðað við hvar þú ert búsettur og það er mjög mikilvægt. Mjög mismunandi eftir sveitarfélögum og kannski bara allt í lagi að sé mismunandi en allavega þá er stuðningur sveitarfélaga hingað til verið meðal annars þetta. Stuðningur sveitarfélaga við afrekstar á miðað við það sem við komumst að. Þá eru 8 punktar sem við vorum með í stefnu eða hugmyndafræðinni frá starfshópnum og það er sem sagt stefnumörkun sveitarfélaga með málefna tengdum íþrótta og afreksmálum sé samræmd á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga í tengingu við íþróttahreyfingu. Þannig að við höldum fleiri fundi eins og þessa og tökum debattan, tökum umræðurnar og komumst að sameiginlegri niðurstöðu hvernig við förum áfram og erum í góðri tengingu. Samræða það er uppbyggingu íþróttamannvirkja þvert á sveitarfélög í samtæðis í SÍS og íþróttahreyfinguna. Hér vantar samræmda stefnu í sambandi við uppbyggingu íþróttamannvirkja að við séum að eyða fjármagninu á réttan hátt. Og hvernig kemur ríkið að þessu, hvernig koma sveitarfélögin að þessu. Sveitarfélögin eru að byggja mannvirkin og eins og kom hér fram áðan, bara sveitarfélögin að gera alveg frábæra hluti á mörgu leyti í sambandi við byggingu mannvirkja. Það er bara flott. En það þarf samræmda stefnu þannig að við séum að gera rétta hluti. Ef við tökum Austfirðina sem dæmi til dæmis, firðirnir,
fámenni. Hvernig var þetta í gamla daga? 11 fótboltaklúbbar, núna 3. Hvar eiga þessar íþróttagreinar að vera á fjörðunum á miðað við fámennið, þjálfara kunnáttu og svo framvis, ferðakostnað og allt þetta. Ný áskorun sem verður að takast á við. Aðgengi að mannvirkjum aðalmálið frá okkar hálfu í íþróttahreyfingunni. Aðgengi að mannvirkjum fyrir afreiksfólk samkvæmt skilyrðum sérsambandi ISÍ sé tryggt. Hér var mikið rætt bara á íþróttaþinginu núna helgina í afreiksnefndinni, aðgengi að mannvirkjum, ég ætla aðeins að fara inn á það eftir, og það bara ofboðslega stór hluti af þessu. Safna þar markvissum hætti upplýsingum mannvirki, íþróttastarf og þann mannauð sem til staðar allt land, svo að skrifstofurnar geta gegn mikilvægu hlutverki í þessu tilfelli. Vinna þarf að tillögum hvernig meta megi hagræn áhrif íþróttastarfs í sveitarfélögum landsins og setja upp fjárhagslega hvata til uppbyggingar íþróttastarfs sem dregur til sín þátttakendur og gesti. Þetta Norðurlandamódel. Við viljum búa til kerfi hér sem við í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, þar sem við búum til íþróttasveitarfélög. Þannig að veri hvatakerfi í sambandi við mannvirki, hvernig þau eru nýtt, í sambandi við árangur, bæði unglingastarf og afrek, í sambandi við þjálfara og annað, þannig að sveitarfélögin reyni og geti mælt hagræn áhrif á því að við förum inn með eitthvað stórt mót í mismunandi sveitarfélög eða að viðkomandi sveitarfélög verður í samvinnu við ríkið í sambandi við að búa til þjóðarleikvangi í sínu sveitarfélagi. Þannig að útfæra þar tillögur hvernig sveitarfélög geti fengið viðurkenningu sem íþróttasveitarfélög. Við viljum koma þessu til leiðar. Náin samvinna við íþróttarhreyfingunni grundvelli nýrra svæðaskiptingar. Hér algjört dauðafæri og auka þar fjárhagslegan stuðning sveitarfélaga vegna þátttöku í landsliðsverkefnum. Sum sveitarfélög eru að gera mjög góða hluta, aðrir ekki í sambandi við landsliðsþátttöku ungmenna og fullorðna í landsliðsverkefnum. Við viljum skoða það nánar. Aðkoma sveitarfélaga í íþróttastarfi gegnum svæðaskiptinguna náttúrulega bara algjört dauðafæri og við verðum að gefa þessu séns, við verðum að gefa þessu nokkur ár til þess að sanna sig. Og þetta hefur farið ágætlega á stað, misjafnlega vel á miðað við hvert svæði fyrir sig og nálgun í þessu farsætt barn og unglinga, íþróttir, kortleggja efni og þjálfara og almenningsíþróttir og lýðheilsa. Við erum með 62 sveitarfélög eftir sem Jón Björn sagði hérna, í staðinn fyrir 64 sem stendur þarna. Það hefur alltaf verið að sameinað og það rétt. Við erum með 25 íþróttafélög og 34 sérsöfn, alveg óbáslega margar einingar og við verðum í þessu litla landi að vinna saman og vera skilvirk í því að vinna saman vegna þess að þetta eru margar einingar. Það eins og 34 sérsöfn. Við verðum að vinna saman inn í Laugardal með því að hagræði rekstri hjá litlu sérsambandunum þannig að þau geti fengið hærri ríkisstyrk í framtíðinu og geti rekið sig og verið með hagræðingi rekstri með því að vinna meira saman og svo framvegis. Dæmi útfærslu og vinnulag AMI. Við viljum halda miklu fleiri svona fundi. Við viljum vera stöðugt í samvinnu við SÍS, fjórðungsskrifstofurnar, landshlutasamtökin í sambandi við stefnumörkun íþrótta og afreksmála. Mannvirkjamál, aðgengismál, mannauðsmál, íþróttafólk og þjálfara, hagræn áhrif, íþróttasveitarfélög, landsliðsþátttöku og stuðning. 4 ári. Það ekki hægt að gera þetta öðruvísi. Það er bara win-win situation í þessu. Við ætlum að ráða starfsmann eins og var hann í skipuritunni á vegum AMI sem hefur það verkefni að vinna sem tengiliður hæfileikamótuna svæðaskiptingar og skólakerfis, fundir með framhaldsskólum, afreiksbrautum mánaðarlega, fundir með fulltrúum í tengingu við félögin og deildirnar mánaðarlega, skipuleggja ráðstefnu, námskeið og fyrirlestra á vegum út í hreyfingunni í samvinnu við sérsambönd íþrótta hér og sveitarfélög. Þetta bara svona dæmi hugmyndafræðina útfærslun og þetta alltaf að fara á stað. Þetta ekkert annað en að við hittumst svona oftar á morgunverða fundum, hvort sem það með stjórn SÍS eða hvort það með Arnari og hans staffi og svo framvegis. Þetta gengur bara út á það að við hittum hvort annað og allir hagsmunaaðilar hugsi sín mál í sameiningu.
afreksstörf á ólíkum skólatíðum. Það eru skólar í öllum sveitarfélögum og þess vegna vildi ég taka 2 myndir hérna út frá skýrslunni í sambandi við það að setja fram tillögur aðgerðir að draga úr brotthvarfi barna og unglinga og að MIFI nái með grunnskólastigið og hæstu bekkin í grunnskólastigi og fyrstu í menntaskóla eða framhaldsskóla og verði faglegu bakhjall afreksi í framhaldsskólum. Stofnað verði nýsköpunarsjóður þannig að framhaldsskólarnir, við erum búin að halda flotta fundi með framhaldsskólanum og það allir komnir borð og vilja vinna með okkur í þessu og það verði hvatasjóður þannig að við getum svona að hlýðra til. Við þurfum að fá okkur kennari ekstra til þess að gefa ykkur viðkomandi prófa því að fara á Evrópumeistarmót og það verði smá hvatasjóður fyrir framhaldsskólakerfið sem við höfum aðgengi að í framtíðinni. Komið verið á skýru fyrirkomandi varði sveigjanleika fyrir afreksfólki í íþróttum og við verðum að gera þetta 2025. Við ætlum að breyta þessari kúrfu. Þessi kúrfa ekki nógu góð, hún svona á öllu Norðurlöndum og eiginlega ennþá verri í vissum öðrum löndum í Evrópu og það gerir það verkum að við viljum breyta þessu, við viljum að fleiri séu lengur í hreyfingu og allt sitt líf eins og ég sagði náðan og þess vegna kemur afrekið, þess vegna kemur gullið vegna þess að við ætlum að breyta þessari kúrfu og við erum í dauðafæri á Íslandi vegna þess að við erum komið nýjan forseta ISÍ, við erum komið þessi svæði og nú erum við að fara á stað með afreksmiðstöð Íslands. Við erum í algjöru dauðafæri og við getum gert þetta betur heldur en flest önnur lönd. Af hverju? Við erum alltaf að bera okkur saman við stóru löndin. Það vegna þess að íslenskt þjóðfélag nýtískulegt fjölmenninga þjóðfélag. Hér allt á fullu í rosalegum uppgangi og þess vegna getum við orðið best í heimi í að skipuleggja okkur vegna þess að við erum fá. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Vésteinn. Mér langar næstu að fara að reyma á mig takkaskóna aftur og henda mér í afrekið, en afrekið ávist við á öllum æviskeiðum sem gríðarlega jákvætt og ég bara svona hef einhvern veginn ekki heyrt þetta allt áður og fyrir mig sem að vinn bæði mikið með börn og ungmenni og lýðheilsu og með sveitarfélögum og íþróttafélögum, þá fæ ég alveg pínu gott í hjartað. Mér langar næst að bjóða þau upp sem ætla að taka þátt í pallborði með okkur, en það einmitt Vésteinn. Svo ætla ég að bjóða til leiks líka Þóreyju Eddu Elísdóttur og Andra og Arnar Þór, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga. Gjörið svo vel, þið megið fá okkur sæti í stólana. Svo ætla ég að Jú, ég að græja allt svona. Ég ætla að gera heiðarlega tilraun. Ég ætla að standa hér, en þá ég eiginlega að horfa aftan á okkur. Þannig að það gengur eiginlega ekki alveg upp fyrir mig. En takk kærlega fyrir ykkar innlegg og velkomin Þórey. Mér langar kannski að byrja bara á Vésteini, fyrst að hann var að stíga úr pontu og heitur. Hver svona algengasta áskorunin þegar kemur að mannvirkja og aðgengismálum í dag? Halló. Já, þið heyriði mér. Áskorunin kom bara mjög greinlega fram á íþróttaþinginu helgina, þar sem erum mjög íþróttahreyfingin algjörlega sameinuð það að í sambandi við þjóðarleikvanga og aðgengi ríkisins og sveitarfélagana þessu, að fólki finnst að ríkið eigi bara að sjá þjóðarleikvanginu og fjármögnun á því og síðan líka
þá að sveitarfélögin sjá grasrótina og byggja upp aðstöðu í heimahéraði. Síðan náttúrulega bara aðgengismálin þannig að ég veit að fyrirverandi ráðherra var komið 150 til 200 milljónir í sambandi við það að sérsamböndin og félögin þá gætu sameinast það að ríkið sjáu til þess að sérsamböndin geti verið með landslýsæfingar án þess að það bitni á félögum. Þannig að mér finnst svona ég get tekið dæmi hérna sem ég búinn að vera að vinna dálítið mikið í og það Laugardalslaugin. Við vorum að tala sundlaugar hérna áðan. Að það búið að byggja 163 sundlaugar eftir því sem ég skilst á Íslandi og það eru 3 sem eru alþjóðlega löglegar í sambandi við keppni. Það náttúrulega bara ekkert nógu gott heldur sko. Hvers konar sundlaugar erum við að búa til? Við gleymum sundíþróttin í sjálfu sér sko. Þetta orðið alveg rosalega flotta laugar fyrir almenning og túrista, en það ekki verið að byggja keppnislaugar. Hérna til þess hægt að taka umræðan og breyta og bæta, en aðgengismálin gengur út á það að ríki komi inn með fjármagn til þess að hjálpa sérsamböndunum að sjá til þess að það geti verið á landslýsæfingu þangað til þjóðarhöllin kemur og það bara aðal máli í sambandi við þessi aðgengismál. Og ég ætla bara að taka Laugardalslaugina sem dæmi, vegna sem ég búinn að vera að vinna í því. Laugardalslaugin byggð á sínu tíma sem þjóðarleikvangur eftir því sem þáverandi borgarstjóri segir í ávarpi sínu þegar hún opnar laugina, þess nýju laugina, og hún sem sagt þjóðarleikvangur Íslendinga, en það engin reglugerð til það. Síðan hún líka hverfislaug félagana á svæðinu í Laugardalnum. Síðan hún líka laug fyrir 13 til 17 skóla og síðan hún líka almenningslaug. Við erum búin að halda 4 fundi með öllum hagsmunaaðilum í sambandi við þetta og það komið niðurstaða sem að verið að vinna í og það er svona típist bara dæmi það, bara að halda áfram samtalinu, öllir hagsmunaaðilar koma á borðinu, við þurfum að halda mannvirkja og aðgengis fundi í sambandi við sveitarfélögin og félögin og deildirnar og sérsamböndin, hvernig við nýtum, hvernig við byggjum mannvirki og hvernig við höfum aðgengi að mannvirki. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að fara lóðbeint til Arnars Þórs til að fylgja þessu eftir. Því nú þetta ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga, en hvernig erum við að stíga inn? Hvert okkar hlutverk? Já, sko, það sem að kannski við vildum líka kannski, og markmiði líka með þessu fundi hér, náttúrulega fyrir utan að bara búa til þetta samtal sem að við höfum verið að kalla eftir, sem að Vésteinn og nýr forseti ISI viljum vera að kalla eftir, það þetta samtal og við vinnum bara betur saman. Og að það líka, sko, þá var líka markmiðið að draga fram hvað sveitarfélögin eru í raun að leggja mikið af mörkum þegar kemur á íþróttum. Og eins og kom fram hjá Sögu, þá erum við erum Evrópumeistarar þegar kemur að því að styðja og styrkja við íþróttastarf á landinu og ég alveg sannfærður það ef að Saga hefði kafað dýpra í gögnin og tekið svona bara plánetun og jörðina undir, þá erum við heimsmeistarar. Og ég held að þetta sé svolítið svona bara gott innlegg svolítið inn í þessa umræðu. Hvað sveitarfélögin eru bara, sko, ekki bara að standa sér frábærlega í þessu. Vissulega eru þarna kannski svona áskorun að kannski vinna svona meira skipulag saman varðandi mannvirkjagerð og landsdeilsstarf og styðja börnin svona kannski meira svona meira kannski miðstýrt eða þannig að við séum svolítið að vinna eftir sömu formúlu, en það kemur bara svolítið í framhaldi af þeirri vinnu sem að Vésteinn og ég veit að ISI og fleiri eru að fara í, þannig að þetta var nú svona kannski punktur sem að mér finnst bara mjög mikilvægur í þessu sambandi. Og þá kannski einmitt, við erum búin að vera að tala svolítið að við séum mögulega að vinna of mikið í sílóum og nú erum við komið hvert erindi að fætur öðru og við erum samt einhvern veginn, það allir með þessa hagsmuni íbúa að leiðarljósi, hagsmuni barna og ungmenna, við viljum öll
gera okkar besta, en Þórey Edda, hvað þýðir þetta svona fyrir afreksíþróttafólk í dag að fá afreksmiðstöð? Já, má ég byrja aðeins í mannvirkjunum, bara í framhald að hinnu, áður en ég svara hinnu, að varðandi mannvirkin og sveitafélögin, þá var mjög áhugavert að sjá einmitt í erindi sögu og ánægilegt að hreyfing virðist óháð efnahag. Og mér finnst líka, mér þetta mjög gaman að sjá samt hvernig hreyfingin með tilliti til fjarlægðar frá íþróttamannvirki. Ég veit ekki hvort að það til í þessum gögnum og mér þetta mjög áhugavert að sjá það hvort að það hefði einhver áhrif á hreyfingu fólks, hversu langt það býr frá íþróttamannvirkinu. Þá ég ekki bara að tala íþróttahús, það getur verið fjórhjólabraut eða blakvöllur eða eitthvað. Og svo þætti mér líka mjög áhugavert að sjá bara kort yfir landið af íþróttamannvirkjum. Hvar erum við með, hvernig íþróttamannvirki erum við með á hverjum stað? Þannig að hvort að þetta eitthvað sem maður gæti þá ítt og kannski potað aðeins í þau sveitafélög sem eru ekki kannski að gera alveg nógu gott, því að það eru þetta þannig sveitafélög líka hérna á landinu og ég hef maður verður alveg vitni að viðskiptingu þarna á milli barna sem að stunda íþróttir, að það ekki kannski sama auðvitað, það ekki að vera með þjóðarhöll í öllum landshlutum, en við verðum að hafa eitthvað svona viðmið, eitthvað svona grunnlágmark. Allavega, já, fyrirgefið, ég ætla að fara líka í afreksmiðstöðina. Mér langar að fara aðeins, afreksmiðstöð, hann fór náttúrulega mikið yfir þetta Vésteinn og hvað afreksmiðstöðin að fara að gera. En ef ég fer aðeins bara aftur í tíman, bara 10 ár pluss, þá vorum við með mjög lítinn afrekssjóð og þeir sem fengu úthlutaður afrekssjóði, þeir þurftu í rauninni svolítið að redda sig sjálfur. Gjörsveitlir peningur, farð og stattu þig. Það var ekki þetta grunn utanumhald sem þó kom til sögunar 2016 þegar við fengum auki fjármagn í afrekssjóð og sérsamböndin fengu loksins að búa til einhvers konar grunn að afreksstarfi. Afrekssjóðurinn hefur alls ekki verið nægjanlegur, en hann hefur verið dropi í hafið, fyrsti dropinn í hafið og búið til þetta umhverfi sem við viljum sjá í framtíðinni. Og með afreksmiðstöðinni erum við loksins að sjá að þetta umhverfi að verða til og íþróttamaður sem að stefna hátt, hann fær vonandi betra utanumhald með reglulegu samtali, með því að hitta sérfræðingana og hann ekki einn að redda sér með eitthvað pening í vasanum sem hann þó þakkláttur fyrir að hafa fengið. Þannig að bara ég mjög spennt að sjá framtíðina. Takk fyrir Þórey. Andri, mér langar að kannski Þórey þetta nefndi aðeins mannvirkin og svona betri kortlagningu á landinu í heild og út frá sveitafélögum og íbúafjölda og þróun þjóðfélagsins eins og Vésteinn kom inn á áðan. Hvað þýðir þessi svæðaskipting og hverjar eru svona helstu áskoranir kannski í þessu samtali við sveitafélögin og þarna á milli? Já, takk fyrir það og takk kærlega fyrir hennar fund og þetta spjall sem við eigum hérna í dag, því þetta klárlega eitthvað sem við þurftum á að taka og vonandi verið til góðs. Svæðin eru hugmyndir sem eru búin að vera í gangi í mjög langa tíma og við höfum fundið það að samtal milli aðila, það þurfti að auka það og samvinna sérstaklega milli minni svæða eða minni héraða, það var klárlega þörf á því. Þegar heimsfaraldur gekk yfir, þá fundum við hvað mikilvæg íþrótt var mikið í þjóðfélaginu og við vorum allt í einu komin í samtal bæði við stjórnvöld og fleiri. Hvernig getur við að halda út í íþróttastarfi? Þegar allar lokanir áttu sér stað, þá var allt í einu farið að horfa á það að þetta ekki eitthvað sem má falla niður, þetta eitthvað sem við verðum að finna lausn á og þá var allt í einu til svona öðruvísi nálgun að íþróttarhreyfingin var ekki bara sjálfboðaliða hreyfing einhvers staðar út í horni. Við þyrftum að vera miklu nær því að vera í ákvarðanatöku og vera í samtalinu við stjórnvöld og það að fá svæðinu upp, það hluta því að við séum í reglulegu samtali við bæði sveitafélög og líka ríkið alls konar málefni. Það er mjög áhvert að sjá þegar Saga var með hlutföllin af kostnaði sveitafélaga hérna áðan að íþrótt og tómstundastarf var í 4. stærsti liðurinn. En ef við horfum á fyrstu 3 þá það allt saman þættir sem eru á hatti sveitafélaga eða stjórnvalda. Það sem stjórnvöldin rauninni bara að halda utan sína skyldu þjónustu. Það að íþróttarhreyfingin sé með þetta mikið fjármagn, það segir svolítið mikilvæg íþróttarhreyfingarnar.
En á sama tíma erum við ekki inn í samtalinu. Ef það þarf að fara að skera niður eitthvað, þá getum skorið niður þennan kostnað því þetta ekki skylduhlutverk á sveitarfélaginu og það enginn við borði frá íþróttahreyfingunni sem að berjast fyrir þessu dagsdaglega. Ég myndi segja að íþróttastarfið bara einn af þessum grunnþáttum í öllum sveitarfélagum með öllu mannlífi allstar í heiminum og við verðum að horfa á íþróttina þannig. Það eru til dæmis, ef við tökum bara skipulagsmál, tökum bara hérna höfuðborgarsvæðið, við var að minnast á Laugardalslaugina. Það verið að ganga inn á íþróttamannvirki, hvort sem það fyrir skól eða annað. Við erum að sjá Laugardalinn sem á að vera perla íþróttastarfsins. Það ekki verið að tala við íþróttarhreyfinguna hvernig hlutinir eiga að vera, heldur bara verið að taka ákvarðanir og koma í skipulag og annað án þess að við séum endilega með í slíku. Það verið að skera niður jafnvel fjármagn eða verið að fresta hlutum víðsvegar á landið. Það sem við kannski hefðum þurft að vera miklu meiri aðili í því að reyna að byggja þetta upp, af því þetta eina grunnstoðum þjóðfélagsins. Og síðan verðum við líka að hugsa eitt til viðbótar varðandi fjármunina að ég ekkit endilega sammála því að við séum standa okkur svona frábærlega varðandi kostnað eða fjármuni til íþróttarhreyfingarinnar eða til íþróttastarfins og súlurnar sína. Því að við verðum að horfa á Ísland bara allt öðruvísi heldur en margar þjóðir. Við erum með velmenntaða þjálfara frá yngstu aldurshópum sem kostar gífurlega mikið og það að það séu frístundastyrkir að koma til íþróttafélaga eða til foreldra til að niðurgreiða þennan kostnað, það skapar rosalega tekjur inn í þetta módel sem við erum að horfa á. En á sama tíma þá vantar pening í allt hitt sem við sitjum eftir á gagnvart samanburði við aðra þjóðir. Þannig að sundlaugarnar eitt sem að lyfta þessu svolítið hátt upp, það að þurfa að borga há laun fyrir yngstu krakkan okkar að því við viljum hafa faglega þjónustu til þeirra yngstu, það líka að lyfta þessari tölu svolítið upp. En okkur vantar meira samtal, okkur vantar vera meira við borðið og fá að taka þátt í þessum ákvörðunum. Takk fyrir þetta og við náttúrulega heyrum það að bara nú er ári í sveitarstjórnarkosningar og það styttist í að allir fara að lofa hærri frístundastyrkjum og lengri opnunatíma í sundlaugarnar og frítt fyrir börnin. En það skiptir þetta gríðarlega miklu máli bara þegar kemur að líðan fólks í sínu nær samfélagi. En Vésteinn, og þá komum við þetta kannski þessu með þessi íþróttasveitarfélög. Hver er hugmyndafræðin? Þú veist, hvaðan kemur þessi hugmyndafræði? Erum við að finna upp hjólið? Nei. Hugmyndafræðin er náttúrulega bara upprunalega veit ég ekki hvaðan hún kemur en hún kemur inn í þetta verkefni okkar frá mér vegna þess að ég búin að vera að vinna í einu albesta bara íþróttasveitarfélagi sem ég gæti hugsað mér að hafa unnið í. Það var bara einhver algjör tilviljun, ég lendi þar í Svíþjóð og þá fer ég svona að kynna mér þetta. Á hvaða vegferð eru þið hérna í þessu sveitarfélagi? Þess að ég bara aldrei upplifað aðra eins samvinnu og þá kem ég hérna sem formaður þessa starfshóps og kem ég þessa hugmynd hvaðan sem hún er upprunnin vegna sem ég veit að þetta er á hinu Norðurlöndunum líka þar sem allir hagsmunaaðilar sem er leitt af sveitarfélaginu með mánaðarlegum fundum með öllum félögunum á svæðinu og öllum hagsmunaaðilum. Mánaðarlegir fundir í sambandi við hvernig við getum staðið okkur vel og þá var búið til sem sagt, reglugerð í sveitarfélaginu og það er mismunandi eftir hver sveitarfélagið er í Svíþjóð en það er töluvert mikið samvinna á milli þessara sveitarfélaga. Það sem allir aðilar gera reglugerð það hvað íþróttasveitarfélagi til dæmis í þessu tilfelli Växjö í Smálöndum er og það er þá mannvirkjastefna og síðan aðgengistefna síðan er það afrekið og það er sem sagt fjöldi barna og unglinga það er tölfræði í sambandi við það er afrekið og það eru afreksbrautir og það er samvinna við skólana. Þannig að þessi íþróttasveitarfélög eru venjulega þannig að þau eru byggðu upp af sveitarfélaginu sem slíku í tengingu við íþróttahreyfinguna og skólakerfið. Og það er bara nákvæmlega það sem við erum að reyna að fara að gera hér. Í samvinnu við ríkið og sveitarfélögin þá erum við að búa til íþróttasveitarfélög þannig að það veri hvatakerfi fyrir sveitarfélögin að taka á móti stórum verkefnum og halda stóru verkefni í sínu félagskerfi. Það er hvatakerfi í því
að kannski þjóðarleikangur í einhverju lítilli íþróttagrein ekki akkurat á Reykjavíkursvæðinu heldur í nágranna sveitarfélögunum og það gerir það að verkum að við getum í sambandi við hvern haus sem til dæmis í einhverju pollamóti þar sem 2000 þáttakendur eru og í 3 daga í sveitarfélaginu, þá eru foreldrarnir að búa einhvers staðar, þau eru að taka bensín á bílinn, þau eru að borða einhvers staðar og þetta allt út frá pollamótinu eða landsleiki í fótbolta eða einhverju öðru sem tengist íþróttum, þá hver haus reiknaður út frá hagrænu gildi fyrir sveitarfélagi. Og ef okkur tekst að gera þetta hér á landi, þá væri það mjög gott fyrir alla aðila að vinna saman að því að þeir sem stjórna sveitarfélaginu vita það ef við gerum þetta og þetta og þetta þá hagrænt gildi þetta, þannig að þetta tölfræði, þetta samvinna og það gerir það að verkum að það bara win-win situation fyrir alla í þessu. Og þá líka orðin samkeppni til dæmis í Svíþjóð, það sveitarfélag ársins. Og ég lenti í því tvisvar sinnum að Veggfo var kosið sem sveitarfélag ársins og alveg meiri háttar viðburður og stolt sveitarfélagsins. Ekki bara út frá afrekinu, heldur líka út frá bara fjöldanum, mannvirkjunum, voru byggð 7 ný mannvirki í sveitarfélaginu og svo var umbun fyrir það í samvinnu sveitarfélagina í Svíþjóð. Ég veist bara rosalega mikið hvatakerfi á bakvið. Takk fyrir þetta og Þórey, kannski að því að þú komst aðeins inn á mannvirkin áðan. Það langar mér svona að spyrja, hverjar eru svona mögulega helstu áskoranirnar og hvernig ef svona þú ætti þér einn draum að svona taka næsta skref, ég styrkja þennan þátt, hvað myndir þú gera? Já, það einmitt stórt spurt, sko. Ég auðvitað halda áfram með uppbyggingu þjóðleikvanga, það náttúrulega það sem við erum núna að byrja á. En einmitt, þegar við förum niður í þetta smærra, þá myndum maður vilja sjá betra aðgengi að fjölbreyttum íþrótta, þegar ég sagði blakvöllur þá meinti ég strandblak, við þurfum ekki alltaf að vera að hugsa íþróttahús, það getur verið alls konar aðgengi að mannvirkjum sem eru utanhús eða innanhús til hreyfingar og ég myndi vilja sjá, sko ég hef alveg talað fyrir því, ég veit ekki hvort ég þora að segja henni upp á það, ég með þessum vettvangi, að ég hef alveg verið þeirra skoðunar að það eru lítil sveitarfélög sem eru ekki með stór fyrirtæki á sínu svæði og sterka fjármögnunar aðila þá hef ég alveg horft til þess að mér fyndist að ríki mætti alveg koma á fót mannvirkjasjóði sem að þessi sveitarfélög geta sótt í og þarna getur henni ríki líka alveg stýrt aðeins hvað það vill sjá byggjast upp. Við viljum sjá kannski strandblaki byggjast upp núna. Það þarf bara 2 lið í strandblaki. Við getum alveg ná langt þar, í litlum sveitarfélögum. Og strandblaki stór íþrótt. Og þarna væri líka hægt að beina þá kannski áherslum á sjálfbærni, verkefni sem eru nýja nálinni, hægt að vera með alls konar svona áherslu atriði í þessum styrkveitingum. Þetta mikið á Norðurlöndunum, Íslandi hefur ekki viljað taka þetta upp, þetta ekki á Íslandi þessi styrkur en hann í Svíþjóð og hann í Noregi og hann í Danmörku en við höfum ekki verið með þetta hérna í Íslandi núna síðastliðin ár allavega. En þetta hefur verið svona eitthvað sem að mér finnst mætti alveg fara að hugsa hvort það væri eitthvað möguleiki fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Andri, kannski núna nú erum við búin að vera að ræða svona kosti og galla. Hver eru svona helstu tæki fyrir áskoranir fyrir þetta nýja skipulag fyrir íþróttahreyfinguna? Hvað best að byrja á því? Það eru nú margar held í áskorunar. Ég ætla nú að segja samt til að byrja með að þá verður nú að hrósa hversu vel við stöndum í mörgum. Sveitarfélögin hafa gert alveg frábæra hluti í að byggja upp mannvirki og það alveg ótrúlegu fjöldi af mannvirkjum. Og ef við horfum á þetta litla samfélag í fjöldatölu, þá, hvað íbúa varðar á Íslandi, þá erum við með alveg frábæra aðstöðu og við erum með ótrúlegt íþróttastarf og afrekstarfið ætti í rauninni ekki að geta verið svona mikið eins og við stöndum undir í dag. Og það gerist ekki nema að því að við erum með mjög öfluga sjálfboðlið og fjölskyldur sem hafa verið að bera þetta uppi. Og það held ég stærsta áskorun sem við erum með í dag, getum við haldið
þessu áfram sem við erum búin að búa okkur til, því að við finnum það að það herðir á öllum stöðum. Þetta er að vera erfiðara og erfiðara. Reksturinn, hvort sem það eru sérsambönd, íþróttafélög og jafnvel bara fjölskyldurnar sem hafa verið að borga mikið inn í afreksstarfi, það gengur varla lengur. Og áskorun held ég svo stæðsta, fjármagnin. Hvernig ætlum við að geta gert þetta sem við viljum gera? Því að við getum átt landslið í öllum þeim íþróttagreinum sem við erum að stunda, en við erum bara með 400 manna samfélag sem stendur á bakvið þetta, með við að við erum í jafnmörg landslið kannski og stórþjóðir sem telja milljónir með allt öðruvísi bakgrunn og líka aðstöðu. Þannig að stóra áskorun okkar að finna út hvernig getum við gert þetta saman, og það gerist ekki nema hjálpast að bæði sveitarfélög, ríkið og íþróttahreyfingin. Hin áskorun sem ég tel líka vera mjög stóra getum við verið með íþróttastarf allt land með sama hætti, því við viljum að allir hafi jöfn tækifæri, alveg sama hvaðan þeir koma, bæði varandi bakgrunn eða hvað þeir búa. Og ég ræði svolítið þessi minni samfélög, dreifðari byggðir sem eru víða á landið, og þar til ég að sveitarfélögin þurfi að koma líka sterk að við séum að jafna einhvern veginn möguleika þessara krakka sérstaklega, eða þeirra sem eru á þessum stöðum, því að bæði eins og þið hafi sagt fyrir hérna í dag að ferðarkostnaður og kostnaður við íþróttastarf, sérstaklega á landsbyggðinni, orðið mjög mikil. Þannig að ég myndi segja að þetta tvennt sé þessi stóru áskorun sem við höfum. Takk fyrir þetta, og þá liggur náttúrulega beinast við að ég fari til þín, Arnar. Ef ég tek upp myndlíkinguna hans Willums hérna áðan varðandi borðtennisinn, þetta fara að vera langur leikur? Nei, hann verður bara mjög stuttur. Hérna, bara svona í framhaldi af þessu sem við vorum að ræða, samfélögum verða til í sveitarfélögunum og þar hlutverkið að íbúin frá vöggu til grafar. Og við vorum að ræða hérna eins og varðandi sundmannvirkin og svona og talandi það. En ég held ég geti leyft mér að fullyrða það að þessi mannvirki náttúrulega gríðarlega vel nýtt. Ekki bara fyrir sundíþróttina, því að ég bara held að hún sé bara stundun nánast bara allstar það sem í rauninni sundlaug, heldur líka bara lýðheilsu og forvarna hlutverk þessara mannvirkja. Og Willum nefndi hér áðan að hann hefði verið hér heilbrigðisráðherra og 1/3 fjárlögunum hann hefði nú stýrt þeim. Ég svolítið hræddur það að hann hefði þurft að ráðstafa 50% af fjárlögunum ef þessi fjárfestingi væri ekki fyrir hendi hjá sveitarfélögunum. Þannig að Willum var líka að ræða það hérna varðandi svona fjárfestingun og hvar ábandi myndi lenda, og ég held að það sé líka, við séum líka komin á þann stað, og ég tek bara undir það sem Andri að segja, ég meina það eru frábæri hlutir að gerast, ég meina við, afreks íþróttastarfi okkur með ótrúlega hvað við erum að ná góðum árangri í íþróttunum, og við erum að horfa hér á íþróttafólki í rauninni hringinn kringum landið sem að ná gríðarlega miklum árangri. Við vorum að sjá helgina, hér var félagsliði Reykjavík Valur sem var Evrópumeistari í handbolta, stórkostlegur árangur og svo framvegis. Þannig að það bara svo mikilvægt að við einum að halda áfram og við náðum þessu samtali og einhvern veginn að tengja þetta þannig að vinstri höndi viti hvað hægri höndin að gera, því að þannig náum við að komast á enn hærra raunist level, ef við með í sletta, og á kannski að þann stað sem að Vésteinn vill að við förum. Og það sem að Vésteinn einfaldlega að benda á, ef að þessir aðilar tala bara betur saman og myndi svona eina heild, þá náum við bara ennþá betra árangri. Og því að í rauninni, það kannski vantar, menn tala hér og vantar mér í fjármagn og svo framvegis, en þetta er líka spurning hvernig við nýtum fjármagn, hvernig við ráðstöfum við rétt. Þannig náum við árangri. Og þetta ekki kannski, Andri, gjörðu svo vel. Kannski bæta hans við, bara taka undir þetta Arnari, kannski eitt akkurat í viðbót líka að eitt fjármagnið, en hitt eru verkefnin og hvaða skildur við erum að setja alla í kringum okkur, og þar held ég bæði sveitarfélög og ríki þar að horfa svolítið á hvað getum við létt á íþróttafélögum, hvað getum við létt á öllum þessum aðilum, sérstaklega sjálfboðaliðunum sem að stunda þetta starf og hjálpa til, og regluverk og ramminn sem við erum að setja í kringum þetta. Við erum með fullt af fólki sem að gera sitt besta, en það ræður bara við takmarkað, og þar þurfum við líka hjálpa. Þannig að þetta er ekki bara fjármagn, þetta er líka kannski svona sem enn ein áskorun sem við erum að glíma við. Og svona
gömul klisja og ný, og þegar við erum að tala fjármögnun og kostnað þá erum við sjálfsögðu að tala að fjárfesta í framtíðinni og það kannski lykillinn í þessu. Það sem ég var svona óbúslega hrifin af í rauninni að þegar þetta sett svona saman í þennan demand að þetta vill oft verða það sé verið að stilla kannski almennings og íþróttum eða hvað maður segja, afreksíþróttum gegn restinni, en við erum náttúrulega bara öll að róa í sömu átt og allir koma til með að hagnast. Það kannski það sem ég tek út úr þessu í dag og mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í pallborði og forseti og Jón Björn gjörðu svo takk fyrir, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir ykkar erindi og Saga, það er alltaf gaman að fá hagfræðing inn í svona samkomu, maður skilur þetta alltaf aðeins betur en áður. Þannig en svo bara hvet ég ykkur til að fá okkur veitingar og kaffi og halda áfram og klukka þau, halda áfram að taka samtalið. Takk fyrir.